sem við ætlum að kíkja á axlapressur. Þetta bara allar pressur, ýmis atriði sem við viljum hafa á hreinu. Það er algengt að fólk gera með þessi í öxlunum og þá er mjög mikilvægt að passa upp á eftirfarandi atriði. Þannig að þegar við erum að lyfta viljum við alltaf hafa lóðið fyrir fram okkur, sem kallum við líka í jaðarsjónni. Allt í jaðarsjónni er allt það sem við sjáum hérna út frá okkur. Þannig að algengt er að maður sér fólk pressa hérna, sem þýðir það að fólk er aðalega að nota axlirnar. Axlarliðurinn er í lélegri stöðu, því það er þvingandi hreyfing hérna niður. Svo aftur við komum hérna fram fyrir mig, þannig að við komum í miklu betri stöðu. Axlarliðurinn situr betur inn í herðablaðinu og minni þvingun sem á sér stað. Og annað, stóri bakveginn hérna, hnatsinn, hann vinnur með okkur og tekur á móti. Hann er svona mótvæðislega. Þannig að alltaf þegar við erum að pressa, þá erum við hér og pressa hérna upp fyrir okkur. En við viljum ekki það hér og pressa hérna niður. Þvingandi, meiri hætta á meiðsli. Hérna, pressa upp, hérna niður. Sýna nokkrar undirtekningar í axlapressu, en þetta á eiginlega við allar pressuæfingar. Minna álag á axlirnar sem er axlarliður. Lykilatriði, halda lóðinu í jaðarsjónni, eða þannig að við sjáum það, og einnig olnbogann líka. Það sem gerast kannski fyrst, en það að við erum að lyfta hér, að þið munið byrja að vera hérna og fara svona upp og svo hægt og rólega að passa upp á að olnboginn sé líka í jaðarsjónni. Með þessu þá náið þið góðu formi og betri formi gagnvart meiðslum.